Halló, góðan daginn aftur. Ég heitir Ronald og þú heitir Nemandi að reyna að læra. Hann er gott, ég er stoltur af þér, yes, áfram, alltaf að læra heima. Heyrðu, þetta er 3. hluti af 4. kaflanum. Það eru bara þessi 3 hlutar, þannig að við ætlum að reyna að klára þetta bara núna og reyna að skilja þessi mest og að fara síðan í einhver dæmi, þannig að þið getur reikna dæmi á eftir og ég með nokkuð sýnidæmi líka sem ég ætla að sýna ykkur og að kynna ykkur svolítið nýja hluti. Þessi nýjir hlutir eru kallað núningskraftar. Hingað til hefur alltaf núningslaust og það var alltaf svo auðvelt að reyna að veru. En lífið er ekki það auðvelt, þannig ég er alltaf að reyna að flækja málið með þessu. Og þetta hefur, núningur milli hluta hefur svolítið með það að gera hversu hrjúft eða sléttur hluturinn er á borðinu, eða á borðinu, á hvaða hlut sem er. Ef þetta er borð hérna á kassi og þessi ringur hérna, við skoðum þetta í steknagler, þá sjáum við þetta hér. Það sjáum við að raunverulega er þetta ekki alveg slétt, heldur er þetta pínu hrjúft og þegar þetta rennur þetta í gegn þá svona stoppar þetta á og til, þetta er svona það sem við köllum núningur. Og hérna við skilgreinum núningskraftinn sem einhvern stöðul sem heitir mu og hérna sinnum þverkraftur. Ég ætla aðeins að tala um þennan núningsstöðul hérna. Þetta heitir núningsstöðul og þetta er litli bókstafur hér fyrir aftan og fyrir neðan. Hann er ýmist litla S eða litla K og það er ekki alveg það sama. Og þetta er bara til þess að flækja lífið svolítið meira fyrir ykkur, meira en það er nú þegar. En hérna en núningskraftur, þetta er á formúlublaðinu, núningskraftur er sama sem þessi núningsstöðull, hvort sem það er K eða S, sinnum þverkraftur. Og þetta K eða S, þetta stendur annarkvæmt fyrir kinetic friction, sem er þá hreyfinúningsstöðull, þá verður þetta núna hreyfinúningsstöðull, sem gildir þegar að kassin er raunverulega á hreyfingu. Það er að toga hann og hann rennur eftir borðinu, þá gildir þessi hreyfinúningsstöðull. En ef að ég myndi sem toga í kassa án þess að hann hreyfist, það gerist stundum sem að ýta eða toga í einhvern hlut, í bílnum til dæmis, fastur í snjó eða eitthvað, og hann hreyfist ekki, þá er einhver annar núningsstöðull hérna sem heitir þá S, sem stendur fyrir static friction, það er að segja stöðunúningsstöðull og það passar við íslenskuna S-ið stöðunúnings. K er þá hreyfinúningsstöðull. Skoðum þetta aðeins. Ef við hlutur S satt kyrrstæður og þá er þetta static friction, þá er þetta litla S hér og núningskrafturinn, hann er í mesta lagi, hann er minni að samansetja, hann er mesta lagi þessi hér. Það fer eftir því með hvaða krafti ég er að ýta á hlutin. Núningskrafturinn er alltaf jafn stór. Hann er alltaf jafn stór. Hann getur mest orðið þessi hér. Ef að ég ýti á kassa sem er með stærri kraft heldur en þessi hér, þá einfaldlega byrjar hluturinn að renna. Skoðum það. Hér er fyrst svona tabla sem ég ætla ekki að útskýra neitt nánar, bara að þið skiljið að það er til þessi núningsstöðular bæði þetta mu S og mu K. Þegar við erum að tala við á við, þá er núningsstöðullinn milli þessara tveggja, sem er cirka þetta, sjá að hann er mismunandi hvort sem við erum að tala um hreyfinúningsstöðull eða stöðunúningsstöðull. Og hérna, og í langflestum tilfellum, eða alltaf, eða þannig, að hreyfinúningsstöðullinn er minni heldur en stöðunúningsstöðullinn. Þannig að það þarf meira kraft til þess að koma hlutnum af stað úr kyrrstöðu en það þarf til þess að halda hann á hreyfingu. Þetta kannski skiljið ekki alveg strax en við skulum skoða þetta. Það er hérna smá línuritt sem ég sýn ykkur. Þetta hérna línuritt. Þetta er hvaða línuritt en þetta er svolítið spooky. Þetta raunverulega þetta er beittu kraftur. Beittu kraftur þýðir svo kraftur sem ég beiti á einhvern hlut. Ég ýti með hérna 10 Newton, þá er núningskrafturinn líka 10 Newton. Og hann er náttúrulega, það sem engin hreyfing er, þá er hann hérna, þetta er stöðunúningur. Allt þetta er stöðunúningur. Ef
ef ég íti með 30 Newton, þá ítir hann með 30 tilbaka og samt kjur. Og alveg upp í þessi 39 eða hvað það sýnist mér vera, þá hann líka íta með þeim krafti tilbaka. Leið og ég íti með meiri krafti, og þá gefur þetta eftir, þá fer hann að hreyfast. En það sem svolítið fyndið að þá tekur annar núningsstöðull við. Þá ekki lengur þessi mu S, heldur þetta mu K, hvað það hvergi hér að sjá, en þetta hérna þá núningskrafturinn, hann svona cirka 30, að því það minni stöðull hérna sem að tekur við eftir hann byrjar að hreyfast. Þannig við þurfum svona kraft, 30, 35 og 38, 39, og ekkert gerist hérna, svo bara allt púf. Það þarf ég ekki nema, eftir hann byrjar að hreyfast, þá þarf ég ekki nema 30 Newton til þess að halda honum á hreyfingu. Núningskrafturinn það bara alltaf 30 eftir það, í þessu dæmi hérna, samkvæmt þessu. Þannig að það ekki alveg sama hvort að hluturinn í kyrrstöðu eða hvort hann á hreyfingu, hvor stöðunin við erum að nota. Þá komið að þessu sýnidæmi, þetta nákvæmlega sama mynd og við vorum með bara rétt áðan, notum bara akkurat þessa mynd í sýnidæmi. Hér einhver kassi, gamla góða afmælisgjöfin sem við munið kannski úr öðrum fyrirlesturum. Stendur á gólfinu með stöðu núningsstöðull við S saman til 0,40 og hreyfi núningsstöðull 0,30. Og svo spurt, hver núningskrafturinn F nún ef krafturinn FA, þess að krafturinn sem ég beiti á kassan, hefur stærðina, þetta hérna, 0 eða 10 eða 20 og svo framvegis. Þannig við byrjum bara 0, ef að ég íti ekki með neinum krafti á kassan, en ég læti hann bara vera, hver þá núningskrafturinn? Ég aðeins hugsa hver núningskrafturinn, ef ég íti ekki, ef ég hreyfi ekkert við hann, ger ekkert við hann, hver þá núningskrafturinn? Auðvitað 0, af því að ég ekkert að íta. Ef ég íti þetta með 0, þá núningskrafturinn líka 0. Þetta var auðvelt. B-liður ætti líka að vera auðveldur. Ef ég íti með 10 Newton krafti núna, hver þá núningskrafturinn? Ég geti bara að lesa hérna af. Ef ég íti með 10, þá núningskraftur líka 10. Þannig að hann bara 10. Við reiknum hann stöðu núningskraftur, hann ekkert byrjar að hreyfast ennþá. Og hann getur mest orðið þessi hér. Sko, þverkrafturinn M sinni G í þessum tilfelli, ekki annar, að viska hann 10 kíló sínum G, það þetta 98, þverkrafturinn 98 Newton. Svo tek ég þennan stöðul hérna, stöður núningsstöðul, samkvæmt jöfnunni þessari hér. Margfalla það með þessu, þá fæ ég út 39 Newton, sem að þýðir að þetta mesti núningur í kyrrstöðu. Allir kraftar fyrir neðan 39 Newton heldur bara núningskrafturinn sjálfur. Það að segja, í A-lið það 0, B-lið það þá 10, þá bara núningskrafturinn 10, og í C-lið það bara 20, og í D-lið það bara 38, því hann ennþá minni heldur en mesti mögulegur núningskraftur sem 39, þannig hann ræður líka við D-lið, hann ræður líka við hennar 38, hann það bara 38 hér. En hérna vantar svolítið málið, í 40 Newton, þá krafturinn alveg stærri heldur en þessi mesti kraftur hér. Þannig að hérna hann byrjað að renna, hérna hann ekki lengur í kyrrstöðu, heldur rennur eftir gólfinu. Hver þá núningskrafturinn? Þá þurfum við að reikna hann raunverulega upp á nýtt, og í stað fyrir að nota þetta mu S, þá notum við mu K í staðinn, hér. Notum við 0,30 í stað fyrir 0,40. Það gerum við hér, þá gildir þetta hér, núningskrafturinn þá mu K sinni þverkraftur, 0,30 sinni 10 sinni 1,8, 29 Newton. 29. Þannig að áðan var hann mest hérna 39 og hérna núna svona hoppar þetta niður og verður 29 Newton eiginlega bara alltaf.
á meðan hann á hreyfingu. En muniði, þegar við tóðum eða ítum á kassan áðan, ef hann kistuðu með 29 Newton krafti, þá hreyfist hann ekki samt. Þetta svolítið skrítið, að þessi núningsstöðlar eru svolítið öðru. Það þarf svona smá, það að yfirvinna smá svona kraft, núningskraftur þess að koma hann að stað, og þegar hann komin að stað, að þá núningsstöðlinn og núningskrafturinn þar með orðið minni. Þannig skiptir máli hvort hann hreyfingu eða ekki. Heildarkrafturinn þá, það að segja, ég tek summa allra krafta, ég tek tókraftin og mínus núningskrafturinn sem verkar á móti. Heildarkrafturinn þá 11 Newton, 40 minus 29, 11 Newton. Og þá raunverulega færa á hröðun, og þetta saman sem m-sinn a, fattu við. Þetta saman sem m-sinn a, og þá get ég fundið hröðunina a, því að deila með m-inu, 11 Newton deilt með 10, 1,1 metra á sekúndu öðru. Þannig eftir að hann hrekkur að stað, að þá færa hröðun upp á 1,1 metra á sekúndu öðru. Að því gefnu að tókraftin alltaf 40 Newton. Spáði ég þetta, þetta fínt sýnidæmi til að skilja. En hér annað sýnidæmi og hér sem sagt kassi á gólfi og hér ég búin að teikna kraftana. Ég toga með tókrafti, hann gefið með 40 Newton, undir hotninu 30 gráður. Og hér búin að sem sagt fáð mynd, það að segja krafturinn niður, þyngdarkraftur með m-sinn g, þverkrafturinn upp, núningskraftur til vinstri og þessi tókraftur svona ská sem sagt. Og þá að reikna hröðunina. Hér þarf að finna þverkraftin, hann ekki saman sem m-sinn g, vegna þess að hér smá uslan þáttur af þessum tókrafti. Finnum þverkraftin og út frá honum getum við fundið núningskraftin. Og þegar við búin að finna hann, þá getum við fundið summa allar krafta og sagt það þá sama sem m-sinn a. Fundið þá hröðunina. Tökum eitt í einu. Þáttum sem sagt þennan kraft í x og y. Og það bara gert með þessi hefðbundum, ég ætla ekki að fara neitt nánar við þetta, kósinus og sínus. Og ég vona að þau eru farin að læra það hvernig það gert, þannig að ég fæ þetta tókraft í x-stefnu og tókraft upp í y-stefnu. Upp á 20 upp sem sagt og 34,6 til hægri. Þá þverkrafturinn, tökum þá summa allra krafta í y-stefnu og þeir eru 0 vegna þess að það engin hröðun í y-stefnu, það engin hröðun upp niður. Það bara hröðun í x-stefnu. Þannig að summa allra krafta í y-stefnu 0. Það að segja að þessi tókraftur upp pluss þessi þverkraftur sama sem m-sinn g. Ég segi sem að allir kraftir sem verka upp eru sama sem allir kraftir sem verka niður. Þá fáum við þessa hérna jöfnu. Þá þverkrafturinn þessi mínus þessi hér. Og hann þá 10 sem þetta, 98 sem sagt, mínus 20 þá 78 Newton. Sem að þverkrafturinn Og ég veit þverkraftin, þá get ég fundið núningskraftin með þessum stöðli hér. Núningskrafturinn þá sem sagt núningsstöðullinn, sínum þverkraftur, 78, þetta var 0,30 og ég fæ núningskraft upp á 23,4 Newton. Og nú tek ég summu allra krafta í x-stefnu. X-stefnan, hérna tókraftin 34,6 til hægri og ég með núningskraft upp á 23,4 til vinstri sem ég mínusa og það þá heildarkrafturinn. Tókrafturinn x mínus núningskrafturinn. Setja það inn og fæ út 11,2 Newton. Og þetta ekki 0, eins og við sjáum. Þetta saman sem m-sinnum a, minni, annað lögmál Newtons. Þetta saman sem m-sinnum a. Þá hröðunin a, þessi kraftur, deilt með massanum. Ef ég einangra fyrir a, fattu við. F saman sem þetta m-sinnum a. Þá setjum bara inn og ég fæ út 1,1 metrar á sekundu í öðru veldi. Þetta líka mjög gott sýnidæmi. Skoðu þetta vel og lærið að þessu. Annað sýnidæmi. Og hér
hér er svona pínu svipa dæmi og því voru að gera í tilraun með togkraft og hröðun, munið. Það voru með lóð sem togaði hérna niður og togaði vagn sem fekk hröðun. Nema hann var, vagnin hafði mjög lítið núningskraft. Nánast engan eiginlega. Og hérna, en svona prinsipið er það sama. Þeir eru sem tengdir með svona snæri og hér er núningur á borðinu með núningsstöður upp á 0,2, hreyfinúningsstöður upp á 0,2. Þetta er einingalaus stærð, þessi núningsstöðunar. Og við erum að finna hröðunina. Ekkert mál, segjum við. Við kunnum þetta. Við gerum kraftamynd fyrir hvort hlutin fyrir sig, eins og við gerðum í lyftudæminu, eða svona svipuðu dæmi þar sem að tveir massar, tveir hlutir eru tengdir með snúru. Og þá sáum við fáum hérna þverkraft upp á þessum hérna, við erum með M sinni G niður, við erum með núningskraft til vinstri og við erum með togkraft til hægri, það er togkraftur í snærinu. Og við skoðum þennan hlut, þá eru bara tveir kraftar, það er M sinni G, þessi M, þetta er ekki sama M-ið, við erum fast fyrir því. Og upp er togkraftur í snærinu og þetta er sami togkraftur hér og hér. Þetta er óþekkt stærð, þessi togkraftur, og hröðunin A er óþekkt stærð. Tvær óþekkt stærðir, við fáum tvær jöfnur. Eins og við gerðum daginn, þetta svipdæmi nema núna bætist við núningskraftur. Það er allt og sumt. Þannig að við erum búin að búa til kraftamynd og tek jöfnuna fyrir A, finn, eða það er að segja, ég þarf að finna, til þess að finna núningskraftin þarf að finna þverkraftina. Þverkrafturinn í þessu dæmi er sama og M sinni G. Þannig er jafnvægi hérna á borðinu í uppsjónar stefnu. Þannig finn þverkraftin með M sinni A, M sinni G fyrir 5 kg sinni 9,8 fyrir 49 Newton er þverkrafturinn. Þá get ég fundið núningskraftin. Hann er núningsstöðullinn sinni þverkraftur. Merki ég við þetta á formúlublaðinu. Verið þið svona viss hvaða formúla á að nota. Núningskraftur er þetta hérna. Þannig að þá 0,2 sinnum þetta hér. 9,8 fæ ég. 9,8 Newton er núningskrafturinn. Og þá er ég með hérna jöfnu, ég seti upp jöfnu, tek alla krafta í X stefnu og hröðunin er til hægri, þannig að ég byrja á þeim krafti sem vísar til hægri, það er að segja F10. F10 og þá mínus þessi hér sem er á virka móti, F10 mínus F0, þetta er heildarkrafturinn, eða réttara sagt, þetta er ekki réttara sagt, en með öðrum orðum er þetta summa allra krafta og það skal vera M sinni A. Þetta er óþekkt stærð A og þetta er óþekkt stærð togkrafturinn í snærinu. Þannig að þetta er jöfna nr. 1 og nú tek ég jöfna nr. 2 úr þessum hérna hlut. Hérna er A niður, það er að þetta niður, þannig að ég byrja á kraftin sem vísa niður, það segja M sinni G. Í kassa B tek ég summa allra krafta M sinni G, byrja á honum eins og ég sagði, og mínus þessi hér kraftur, F10. Og hann skal vera saman sem M sinni A, það er að segja MB, þetta er ekki sama og MA, það eru misþungir hérna, 2 kg og 5 kg. Hérna er ég með aðra jöfnu, líka með A og F10 sem óþekkta stærð. Tvær jöfnur, tvær óþekkta stærðir, hvað við gerum, við leggjum þær saman. Þannig að þetta F10 vinstra megin er plus, þetta F10 er vinstra megin í mínus og nullast út, ef við leggjum bara jöfnuna saman. Þá gerist það, þá fáum við þetta MB sinni G og mínus þessi hérna núningskraftur, hann er hér. Sama sem, og hér er við búin að þátt að ég búin að taka A út fyrir sviga, þetta stendur hérna MA sinni A plus MB sinni A. Þá get ég skrifað það á þessu formi, tek A út fyrir sviga, þátta. Og næst að skrifa þá augljós til að einangra fyrir A, þá deili ég bara með þessum hérna sviga, sitt hvora megin. Það styttist út hérna hægra megin og stundur A er saman sem þetta deilt með þessum sviga. Það stundur þá hér og setja allt inn og fæ þá út lausnina með 1,4 metra á sekúndu. Og hérna munið þið í tilrauninni ykkar með togkraft og hröðun, það var á forsíðinni svona affræðilegt. Það var bara mjög lík jöfnu eins og þessi hér. Nema að þessi núningskraftur var ekki til staðar. Það var eini munurinn. En núna er núningskraftur, hann virkar hér á móti.
Þannig að bara interesting. Höldum áfram. Já, á skáborði. Þetta stundum á ská. Þá skal ég segja ykkur eitt. Þverkraftur alltaf hornrétt á flötinn. Það að segja, þverkraftur ekki lengur upp núna í þessu tilfelli. Þyngdarkrafturinn alltaf inn að miðju jarðar, það að segja alltaf niður, það sem við segjum það niður. Beint niður, lóðrétt niður. Núningskraftur alltaf á móti hreyfistefnunni. Alltaf á móti hreyfistefnunni. Þverkraftur alltaf hornrétt á flötu sem að hluturinn á. Þverkrafturinn svona upp. Þyngdarkrafturinn svona niður og núningskrafturinn svona tilbaka. Þetta eru kraftarnir í þessu dæmi. Ef hann stendur kjör, ef hann nær að halda sér kjörum, bara með núningskrafti, og rennur ekki niður, þá eru summa allra þess að þriggja krafta 0. Ok? Hér ég komið með sýnidæmi með skíðamann sem að rennur niður brekku. Hún 30 gráður, hallin á þessu 30 gráður. Byrjar í kyrrstöðu, rennur niður, gefin hreyfi núna stöður upp á 0,10 og þá að finna hröðunina. Og hver hraðinn eftir 4 sekúndur? Og nú ég alveg blá rugleikur. En við skulum taka þetta eins og bara verkfræðingar, við skiptum þessu niður. Og það sem við gerum, við notum hnitakerfi sem x þá eftir löngu brekkunni. Og uppsjónun þá þvert á það. Ég búin að snúa hnitakerfinu. Ég vil nota þetta hnitakerfi í staðinn. Það auðveldara. Það alltaf einn kraftur samt sem ekki inn í þessu hnitakerfi beint. Það sé í þessu tilfelli. Ef ég nota þetta hnitakerfi, þá þyngdarkrafturinn svona á ská. Ég þarf að þátta hann í x og y. Þetta þá x, m g x, og m g y. Það f þyngd, það sama. Þannig þetta þurfum að gera. Og þá fæ ég x og y þátt af þyngdarkraftinum sem m g sunnum annarkvæmt kós eða sínus 30 og þínu rugglið því saman en þegar svona þá þetta þeta horn sem 30 gráður þá þetta sama hornið og myndast hér. Þannig að þessi gaur sem þá x þáttur, hann þá sem móti, hann þá sínus, það móti horninu og aðlegt hliðin sem við hliðin á horninu sem þá y, hann þá kósinus. Hér, y kósinus og x sín. Í þessu tilfelli að því að hornið liggur svona. Það passa ykkur að þessu. Við tökum summu allra krafta í y-stefnu og hún 0. Það engin hröðun í y-stefnu. Hröðunin hins vegar í x-stefnu. Þá þessi þverkraftur, hann jafn stór og þessum y-þætti af þyngdarkraftinu, m g kós 30, hann þá jafn stór og þverkrafturinn. Þess að þverkrafturinn mínus hann þá 0. Og þá getum við fundið þverkraftinn, bara færum þetta yfir og reiknum bara m g kós 30 og það svo sama sem f2. Og þá fáum við núningskraftinn. Það enga tölur gefnar. Núningskrafturinn þá núningsstöðlinn þverkraftur og hann var m g kós 30. Þannig að núningskrafturinn verður 0,10 m g kós 30. Ok? Og núna tökum við summu allra krafta í x-stefnu sem þá f þyngd x og mínus f núll. F þyngd x var hér, það var m g sínus 30 og mínus f núll sem þetta hér. Svo út. Og það ekki saman sem 0, heldur skal vera eins og alltaf m sinnum a. Hvað gerist núna skemmtilegt? Það allstaðar m í öllum liðum, þannig að ég má stytta það bara út. M styttist út, það ekki yndislegt. Þannig að það skiptir ekki máli hvort þetta sé, einhver stór gaur eða hvort þetta sé einhver lítil stelpa eða eitthvað. Massin skiptir engu máli. Hröðinu verður alltaf eins. Þannig að einhver lítil stelpa, dóttir hans eða eitthvað, og hann fara niður og bara jaft og bara fara jafn hratt niður í rauninni.
Þannig að massi styttist út hérna og eftirstendur A er saman sem allt þetta brrrr, og þetta er allt þetta að setja inn, G er þekkt og allt þetta. Og ég er búin að taka þetta svolítið út úr sviga og svolítið en rauninni og bara setjum við inn hérna 9,8 fyrir G og svo framvegis. Reiknum þetta bara og fáum 4,0 metra á sekúndu. Þannig að þegar ég alveg bara sannreina ykkur þetta, bara reikna þetta sýnidæmi og fá það saman út. Það væri fín æfing. Og þá er þetta að finna hraðan eftir 4 sekúndur. Það er mjög auðvelt, muniði. Það er bara með hreyfijöfnunni. Þessi hér, upphæðsræðan var 0, þetta er bara A sinni 10. Sem A er 4 metrar á sekúndu öðru og 10 var 4 sekúndur eftir 4 sekúndur. Þetta er bara 4 sinni 4 er 16. Við reiknum þetta bara í huganum. 16 metrar á sekúndu næran hraða eftir 4 sekúndur. Þá vitum við þá búin að leysa þetta dæmi og við erum alveg að vera búin með þennan fyrirlestur. Takk fyrir að vera svona þolinmóð við mig og við tölvuna ykkar. Þess að ég komur að henda henni í veggina eitthvað. Ekki brjálast, komið fyrir eitthvað stóða við skiljið ekki. Reikniði sýnidæmin, skoðiði þau. Þetta eru fín sýnidæmi sem eru mjög lærdómsrík. Og þessi núningskraftur, hann var kallan leiðilegan. Já, hann er svolítið leiðilegur. Hann vefst svolítið fyrir okkur. Hann flækir málið aðeins. En hérna, hann er samt til staðar og við ætlum að læra hann. Og við ætlum að bara berja hann og vera sterkari og bara, reikna hann. Hérna eru nokkur skref sem ég ætla bara að biðja ykkur að skoða. Ég þarf ekki að lesa þetta fyrir ykkur. Þetta eru svona skref sem hægt að nota í að leysa dæmi, almennt. Skoðu þetta vel og farið eftir þessu. Ekki bara að ég skilði þetta ekki og bara ger ekki neitt. Farið bara eftir þá þessu. Skrifið þetta niður eða prentið þetta út að gera eitthvað. Munið þetta. Og þetta er bara smá samantekt úr öllum 4. kaflanum. Þeir sem eru leiðir á sem er bara að slökkva núna. Ég ætla að taka hérna eina mynd aðeins til að fara yfir þetta. Við vorum að tala í 4. kafla í öllum sem 3 hlutum. 1., 2. og 3. lögmál Newtons. Notum mest 2. lögmál Newtons sem er þetta m/a. Lokakrafturinn, heildarkrafturinn er m/a. Kemur í mörgum formum fyrir í lyftudæmum, í skáborði eða í raun og veru hvað sem er. Alltaf þegar er lokakraftur, hann er ekki 0 og þá er hann saman sem m/a. 1. lögmál Newtons segir bara ef að summa allra krafta er 0 þá er hann í kyrrstöðu eða hann hreyfist við jöfnum hraða. Og líka, þetta er svolítið lúmst, passa ykkur á þessu. Ef hlutur er í kyrrstöðu eða ef hlutur er á jöfnum hraða, ef hann er á 90 km/klst, hann er á jöfnum hraða alltaf, þá er engin röðun. Þá er summa allra krafta saman sem 0. Þetta er svolítið gott að vita líka. 3. lögmál Newtons var átak, þar að segja ég íti á vegginn, vegginn ítir á móti með sama krafti með mínustákni, þar að segja með gagnstæða stefnu. Þyngd er kraftur og þetta vorum að tala í dag einmitt, hreyfinúningur og stöðunúningur. Hérna er ójafna. Þess að núningsstöðullinn ef hann er stöðugur, hann er minna eða sama sem þetta hér. Þetta er mest árið þetta og er bara sama sem krafturinn sem er að verka á hlutin og ítir bara með sama kraft á móti. En mest þetta hér. Já, hvað á ég að segja mér? Þetta eru dæmi sem var rekna úr þessum hluta. Þannig að við sjáumst bara í tíma, hress og kát, verið góð við hvort annað og verið góð við mig og verið góð við mömmu og pappa og svona og bara hafa það gott og við sjáumst. Bye.